Þetta er verkefni 6 í C-hlutanum, Word, og ég ætla að sýna ykkur hér hvernig við setjum texta í blokk og breytið í töflunni. Þá vel ég textan héðan og hingað, ekki entermerki hérna fyrir neðan því að þá kemur auka lína í töfluna sem er alveg óþarfi. Ef við gerum það óvart þá er hægt að eyða bara línunni seinna. En ég fer hér í Insert, Table, Convert Text to Table og ég haka við Tabs. Þá er þetta 6 dálkar og 22 línur. Og þá kemur þetta svona. Og ég er með töfluna að valda og þá er Table Design og Layout flipparnir virkir. Hér í Table Design getum við valið útlit. Smelli ég hér. Ég ætla að velja þetta útlit, ég geti valið hvað sem er. Og þá sjáum við að það er ansi lítið bil hérna á milli orðana í línunum. Þannig að ég ætla að fara á Home flippa og Paragraph og velja 2 punkta fyrir og 2 punkta á eftir. Ég verð að skrifa PT, ef ég gerir það ekki og skrifa bara 2, að þá kemur of mikið bil, hún breytir því í línur. Þannig að ég segi OK. Þá sjáum við að það loftar aðeins meira textan. Og ég ætla að merkja töfluna með töflumiða og þá er ég með töfluna valda, það er líka nóg að vera í töflunni, þannig að þið farið í References, Insert Caption og hér stendur Table 1 en ég vil að það standi tafla og töflur eru merktar fyrir ofan töflur, þannig ég ætla að fletta hér og athuga og hér er tafla. Ef það er ekki í listanum hjá okkur, orðið, mynd eða tafla, það sem þið eru að fara að merkja, þá getið þið smellt hérna á New Label og skrifa tafla, ekki tafla 1, heldur bara tafla og OK. En ég þarf þess ekki hérna og þetta er útskýrt nánar í bókinni í B-hlutanum. Ég ætla að segja OK hérna, tafla 1, ég skrifa tvípunkt og orðabil og síðan skrifa ég textan. Nöfn, Vilja og það komi hér. Ég ætla að breyta líka breiddinni á bálkunum þannig að ég smelli hérna til að velja alla töfluna og hér í Layout. Ég get mjókkað á handvirkt með því að fara hérna á milli og draga til. Hérna, sjá hvernig bendillinn lítur út. En þægilegast er að láta bara Word það, fara í Autofit og segja Autofit Contents. Þá mjókkar hún alla dálka, passlega mikið utan lengsta orðið í hverjum dálki. Og ég ætla að vista.